Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Hingað til okkar kominn Hafþór Snjólfur Helgason, formaður ferðahóps Borgarfjarðar. Ferðamálahóps Borgarfjarðar, já. Ferðamálahóps, afsakaðu. Hvað ber hæst hjá ykkur þessa dagana? Já, nú bara sumarið komið á fullt og fjörðurinn orðinn fullur af ferðamönnum. Og það styttist í að göngu tímabili byrja og við höfum svona byggt upp mikið þetta svæði milli Seyðisfjarðar og Loðmundarfjarðar í samstarfi við Ferðafélag Fljótsdalshéraðs, þar sem búið að byggja 3 gönguskála og merkja vel á annað 100 km af gönguleiðum og það er svona verið undirbúið það sísón, það byrja svona upp svona 25. júní og Erum við eitthvað komin að stað? Já, það er einhverju hópar farnir af stað en þá er aðalega gengið bara út frá þorpinu en svona þessar lengri ferðir það byrja svona þegar júlímánuður gengur í garð. Og hvernig bókanir ferðir í sumar? Bara góðar það sem ég hef heyrt sko. Við erum að taka stöðufund á mánudaginn og þá veit ég það betur en ég held að það sé bara fínt hljóð í öllum, skilst mér. Og þú ert ekki ganga svolítið sjálfur? Jú, ég hef verið að taka hóp á hóp sko, en rólegt hjá mér í sumar en það er engin lognmólla samt sko. Ég stend í ströngu í veitingarekstri og tónleikahaldi allt sumar þannig það sleppur og það eru aðrir að gæta í sumar. Hvar ertu með veitingarekstur og? Við erum 6 fávitar saman með veitingastöð og enginn okkar er nú sérstaklega lærður í þeim gera en þetta er alveg hryllilega gaman. Við erum með félagsheimilið Fjarðarborg á leigu og erum þar að selja kjöt og fisk, svona lokala afurðir og svo þetta hamborgara og annað. Og svo fengum við þá hugdættu fyrir nokkrum árum að prófa að hafa lifandi tónlist hverja einustu helgi eins langt út á landi og hægt er og við erum að gera það 3. sumarið í röð núna. Að reyna að vera með tónleika allar helgar í júní, júlí og fram í ágúst og þetta hefur gengið svo ótrúlega vel að við erum aðeins ennþá. Og það eru tónleikar á morgun með Svavari Knúti ef einhver vill renna í heimsókn til okkar. Hverjir eru þessi renna á tónleikana? Er þetta heimamenn, er þetta ferðamenn, Austfirðingar? Þetta er náttúrulega búið ekki nema rétt rúmlega 100 manns heim á Borgarfirði en það eru komið gistipláss fyrir 120 manns semst bara í þorpinu og í Njarðvík. Þannig að ég myndi segja að þetta var svona 1/3 heimamenn og svo 1/3 þessir erlendu túristar sem gista. Þeir eru mjög áhugasamir að kynna sér íslenska tónlist og menningu. Og svo er það héraðsmenn og fjarðarbúar sem er að kíkja heimsókn til okkur líka. Hvernig veljið tónlistamenn? Er þetta einhver ákveðin geiri eða hvernig? Við reynum að hafa þetta svolítið fjölbreytt sko, en svona framan af sumri reynum við að vera með einyrkja sem eru eins og Svavar Knútur, einn með kassagítar. Það er náttúrulega stærsti vandinn fyrir okkur hérna út á landi er náttúrulega að flytja stóran fjölda tónlistamönnum, þar ríkur kostnaðurinn upp. Þannig við erum með svona einyrkja framan af sumri og svo smá saman stækkar þetta og það er tekið stærra ljósakerfi og hljóðkerfi og þá fjölgar í bandinu þannig að þangað til kemur að bræðslunni. Og þá erum við með tónleika á miðvikudag, fimmtudag, 2 föstudagstónleika og bræðslunni á laugardegi og svo tónleika hjá okkur eftir bræðslu þannig að þetta fer svona stigvaxandi. En er þetta ekki ótrúlegt afrek að halda út 2,5 mánaða tónleikaröð í 100 manna samfélagi? Jú, þetta er einhvern tímann, mann hefði aldrei dottið þetta í hug sko, en við fengum svona hugmyndina þessu þegar Jónas Sigurðsson, tónlistarmaður dvaldi hjá okkur eitt sumar fyrir 4 árum og hann fekk þá frábæru hugmynd, hringdi okkur, mig langar að hafa 20 tónleika á 21 degi. Og hugmyndin var svo vitlaus að sjálfsögðu já. Og það voru 40-50 manns á fyrstu tónleikunum og svo allt í einu fór að bara vaxa og það var alltaf frítt inn á hverju einasta kvöldi. Ég held að meðaltalið hafi verið 110 manns á þessum tónleikum allt sumari sko og það sýndi okkur að það er alveg vilji hjá fólki að koma og upplifa einhvers konar tónlist á Borgarfirði og við viljum bara reyna að halda því áfram. Hvað er þetta með tónlistin á Borgarfirði? Ég ætla ekki að koma með einhverja klísju, það er vatnið og ég veit það ekki. Það hafa allir staðir einhverja svona sína sérstöðu sko og það er kannski ekkert mikið af tónlistarfólki heima á Borgarfirði en það er mikið tónlistaráhugi og að reyna að viðhalda
þessari tónlistahefð. Við eigum bara frábært hús sem í góðu standi og það okkar helsta markmið hjá Sæll í Fjarðarborg að halda lífi í húsinu. Og það svo leiðilegt að sjá þessu félagsheimili út allt land sem að grotna niður og búin að missa svona hlutverk sitt og við það svona drifkrafturinn okkar allavega. Og þú segir maður upplýði þessu stemmingu í Fjarðarborg eins og Jónas, þegar allir kom upp á svið og þú hefur verið sjálfur upp á sviði, þú trommar, spilar gítar, syngur. Já, ég spilaði 19 tónleika af þessum 20 með honum. Ég ekki að þessu samt til að koma mér hendilega upp á svið, en við hlaupum í þau hlutverk ef það vantar einhvern hljóðfæraleikara eitthvað, þá erum við alveg reiðubúnir til þess að taka þátt, En við verðum að koma rétt að lokum bræðslan. Já, bræðslan verður núna 23. júlí og í raun og veru það farið að tala bræðsluna sem einhverja bæjarhátíð, en bræðslan bara eitt kvöld, einir tónleikar. En það búið að hlaðast utan á þetta alls konar, eins og vondur íslensku væri kallað off-venue viðburðir. Og við erum að byrja, eins og ég segi, strax á miðvikudagskvöldi og það þá tónleikar þarna alveg fram yfir helgi og svo hafa alls konar menningarviðburðir bæst við, það hafa komið leikhópar, það klassíski tónleikar í kirkjunni, myndlistasýningar og annað. Og sú svona hliðardagskrá að taka á sig mynd, en ég get alveg tilkynnt að við erum búin að ráða Jónas Sigurðsson og ritvélarnar á föstudeginum og Úlfur verður með þeim. 2 tónleikar, þannig að vonandi heillar það einhverja til þess að koma aðeins fyrir. Það verða alla einhverju gestir á Borgarfirði í sumar. Já, engar áhyggjur af því. Hafþór Snjólfur, takk fyrir komuna. Takk. Gangi vel.